að kynna fyrir ykkur hlutverk landgræðslunnar, en þau hlutverk eru ýmisleg. Það er svona aðalega að vernda og bæta gróður og jarðveg. Við sinnum þá þessari verndun, en við erum líka í því að reyna að koma á einhverju sjálfbæri landnýtingu. Og svo er það þessi endurheimt vistkerfa sem ég ætla að fjalla hérna í dag. Ég vil nú ekki segja að ég sé sérfræðingur, þó ég hafi setið lengi á skólabekk. Ég bara veit eitthvað og reyna að miðla því sem ég veit og hlusta svo bara á vel og aðra, reyni það. Mér langar bara aðeins að segja ykkur að á ensku þá útleggst landgræðslan sem The Soil Conservation Service of Iceland eða jarðvegsverndun og þjónusta Íslands, sem er bara, ég finnst þetta bara mjög góð lýsing. Og eins og Olga hjá Náttúrufræðistofnun nefndi þá er náttúrulega moldin afskaplega mikilvæg fyrir lífið á jörðinni, en ég ætla nú ekki að útskýra það frekar fyrir bændum, þeir vita nú allt um það. Þessi mynd er tekin upp í Hítardal og fyrir utan hvað mér finnst hún falleg þá sýnir hún svolítið hvað var, en kannski er ekki lengur. Ef við tölum aðeins ástand vistkerfa og hvernig við getum metið það, þá er það þetta með landvistkerfin sem við sjáum við erum nú ekki í með ferskvatnið en eitt svoleiðis. Þá er það þessi stöðugleiki yfirborðs og jarðvegs, en það er sem sagt geta svæðis til að hindra fok og tap á jarðvegi vegna vinds og vatns, svo er það vatnsbúskapurinn eða vatnshagur, það er sá þáttur endurspeglar vel virkni vatnshringrásarinnar til að fanga, geyma og miðla vatni. Svo er það þessi virkni náttúrulegra ferla og þá erum við að tala getu vistkerfis til að styðja við þessa náttúrulega ferla eins og hringrás, næringarefna og orkuflæðis. En líka þetta viðnám og þaðanþol vistkerfa sem er hugtak sem lýsir því hversu vel starfsemi og eiginleikar vistkerfa viðhaldast eða ná fyrra horfi eftir áföll eða rask, hvort sem það er svo af náttúrunnar hendi eða af mannavöldum. Og hérna sjáum við dæmi vistkerfi í góðu ástandi, orka, næringarefni og vatnið er þarna merkt og svo er hér slæmt eða jafnvel hrunið vistkerfi. Þá er allar hringrásir laskaðar og vantar gróður til að ljóstillífa, vatnið rennur bara í burtu og nýtist ekki og lítil sem engin næringarefni og lítið lífrænt efni og þá lítið líf. Heilt vistkerfi býður upp á ýmiss konar þjónustu, tölum alltaf þjónustu vistkerfa og hérna eru bara nokkuð dæmi sem við getum séð og þetta blómi sýnir hversu mikil þessi þjónusta er í heilu vistkerfi, sem sagt í góða ástandi og þarna er bara allt mjög gott og kolefnislosun er þarna öðruvísi en það er bara því hún er lítil. Raskast vistkerfi og þá fer þessi þjónusta minnka. Við vitum svo sem ekki alveg hvernig kolefnislosun er í þessari tegund af landi, eða þessu ástandi minna ég, en við erum að mæla það núna hjá landgræðslunni og vonandi fáum við einhverjar niðurstöður bráðum. Og svo er hér hrunið vistkerfi, eða bara auðn. Það hefur verið svona áhersla í landgræðslunni að reyna að koma svona auðnum aftur í eitthvað sæmilegt horf, en það er svona aðeins að breytast og við erum kannski meira að skoða þessi hálfgrónu, af því það er vissulega miklu auðveldara og ódýrara að endurheimta slík vistkerfi. Hérna er bara smá dæmi þessa endurheimt, að með til dæmis uppgræðslu á svona auðn, þá getum við ýtt gróðurframvindunni af stað og svo á þann stað það getur kannski jafnvel farið að hugsa sig sjálft. Þannig við ýtum því yfir einhverja þröskulda. Og nú komið að þessu skemmtilega, eða allavega sem ég finnst mjög skemmtilegt, það er þetta hvernig við endurheimtum, en við höfum alls konar verkfæri. Og sáningin og svona kannski notum mest í svona rofnasta landinu af því maður vill ekkert vera að sá í svona hálfgrói land af því að maður vill frekar að
plönturnar sem eru fyrir gangi betur og þá setjum maður það kannski frekar bara áburðargjöf. Við getum unnið með lífrænan og tilbúin. Lífræni það kannski kemur þá inn meira, sko, það getur náttúrulega komið inn einhver fræ annars staðar frá en maður hefur líka rakan og svona bónusa sem fylgja því að dreifa lífrænu efni. En tilbúin áburður, hann tekur lengri tíma en ég hef séð svæðum þar sem að náttúrulega gróðurinn, hann græddi alveg rosalega á því að fá bara áburð og svæðið var allt annað. Fræslægi eitthvað sem ég held að við ættum að nota miklu meira af og styrkja það, þá eru bara slegin svæði með gróðri sem maður vill fá, af því að maður getur verið með ýmiss konar markmið endurheimt og segjum að við séum með svæði sem að við vitum að var eins og einhver ákveðin tegund af plöntum, þá getum við bara farið og fundið svona heilt og gott vistkerfi með þeim, slegið það og dreift svo yfir. Og maður setur svona svolítið þykkt lag, svo rakin haldist og svona. Og þetta er gert á haustin. Notkun innlendra tegunda, við höfum svona aðeins verið að skoða það og ég sýni ykkur myndir á eftir, en þar eru líka tækifæri, held ég, til að nýta betur okkar innlendu tegundir. Og svo það torfuflutningurinn, það ávist að heita mín sérgrein þar sem að ég skrifaði mastersverkefni torfuflutninga inn í Hekluskóga, sem mjög stórt endurheimtar verkefni, þar sem að við rætur Heklu, þar sem á að koma birkiskóginum aftur á legg. Hérna sjáum við tvö dæmi, efra dæmið hænsnaskítur og bara hænsnaskítur. Þetta alveg mjög merkilegt af mínum mati. Það hérna bara þessi típiski melur. Það hefur sjálfsagt verið, sko, það nú meira fræjunum heldur maður heldur fyrstu sín. Og þetta bara orðið algróið og sko mjög hátt og þykkt gras þarna. Fyrir neðan svæðið sem að maður heldur kannski að séu ekki neina plöntur, en svo borið á þarna með höndum og þegar maður gerir það, þá fer nú aðeins meiri áburður heldur en maður notar áburðardreifara á traktor og þið sjáu hérna greinilega muninn. En þetta þá bara plönturnar sem að voru fyrir. Og það líka eitt með Íslandi að maður þarf svolítið að reka niður nefi til að sjá náttúruna. Og fólk mætti kannski gera það meira að mínu mati. Ekki bara horfa yfir svona land og sjá ekki neitt, heldur aðeins að beygja sig og kíkja niður. Það var bara svona nokkra myndir hérna. Þetta er endurheimtarverkefni þar sem við erum að gera tilraunir með hvernig við getum minnka raskið eftir gröfuna og þetta er fræslægja. Þetta var nú heilmikið verk en mjög skemmtilegt og við vorum bara með orf og slóum hann í kring inn á svæðinu því það var ennþá votlendisgróður inn á svæðinu og dreifðum því svona og við dreifðum þessu svona þetta var tilraun, þannig það þarf alltaf að vera kassalaga og svo eigum við bara eftir að sjá, sko, að þetta gerðum þetta í fyrra sumar. Svo gerðum við líka tilraunir með að sá einæru grasfræi, bara svona til að binda svæðið og minnka frostlyftingu og svo setti gröfumaðurinn líka á köflum svona torfur í miðjuna, torfur sem maður tekur við þetta rask þegar maður á mókoni og lagði þær svona í miðjuna. Hérna dæmi notkun okkar á innlendum plöntutegundum, þetta baunagras og ég var að fá þetta núna í hendurna til að fóstra og hugmyndin að setja þetta niður upp í Hítardal. Eða svona, já alveg. Það var svona fyrsta hugmynd, en við ræktum þetta baunagras í Gunnarsholti og höfum notað meðal annars eins og í Hekluskógum sem ég nefndi. Það bara sést ekki alveg baunagras eða því að það er ekki vaknað eftir veturinn, en þetta er bara geymt úti. Svo ein torfa úr Hekluskógunum frægu og þetta er birkið óx í torfu og vikurinn bara farin yfir torfuna. En þetta var mjög skemmtilegt verkefni, ég man ekki hvað við settum niður marga torfur, þá tókum við það úr náttúrulegum heilum birkiskógum. Ekki ég, Hreinn Óskar sá þetta, svo kom ég inn á seinni stigum og ég mældi og gáði hvað lifði í þeim. Og þær lifðu ágætlega ef
það var svona smá gróður í kring og vikurinn kaffærið þeim ekki. En það er líka svona dæmi að koma inn tegundum á stóru svæði þar sem langt í næstu fræ uppsprettu. Og ég var bara úti fyrir hádegi að taka á móti fræi líka frá Gunnarsholti. Þetta er túnvingull sem við ræktum líka í Gunnarsholti og við notum það í uppgræðslur. Við erum svona eiginlega hætt, við vorum með fleiri frætegundir og við erum eiginlega bara hætt í bili með allt nema túnvingullinn. Hann hefur líka reynst bara mjög góður í mismunandi svona umhverfis aðstæðum. Votlendið, af því að það er náttúrulega landvistkerfi, það er bara blautt og við fengum þetta hlutverk fyrir nokkrum árum að endurheimta það sem að mér finnst mjög spennandi af því það voru bara fleiri og fjölbreyttari verkefni í gangi. En helsta þjónusta vistkerfi og þjónusta þess er að miðla vatni og hreinsa. En mýrar virka líka svo svampar sem að taka við miklu magni af vatni í úrkomutíð eða leysingum og geta þá komið í veg fyrir flóð. Og það er svolítið misskilningur í stórborgum erlendis að malbika yfir mýrarnar við árnar sem að renni gegnum borginnar í staðan fyrir að leyfa þeim að vera og taka þá við vatni á leysingum eða þegar er mikil úrkoma. Svo bætir líka mýrin vatnsgæðin. Líffræðilegur fjölbreytileiki er rosalega mikill og hér á landi eru flest mikilvæg fuglasvæði á þessum svæðum, á votlendissvæðum og þetta er líka heimkynni sjaldgæfra plantna. Og svo eins og er mikið í umræðinni þá geymir þessi jarðvegur rosalega mikið magn kolefni en þeir eru fallt meira magn en gróður og því mikilvægt að við séum ekki kannski að bæta við meiri gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið en er nú fyrir. Já, þessi bláa lína var bara til að sýna að vatnsstaðan er há, þar sem að einkennir þessi mýrar eru að vatnsstaðan er hærri og upp við gróður. Svo, já. En raska votlendi, bara svona aðeins að segja ykkur hvað gerist. Ég vona að ég sé ekki stuða neitt með þessum metan og koldíoxíð myndum. En þetta er mynd heiman frá mér, sko, þannig að fannst það svona sanngjarnt. En það sem gerist er að grunnvatnsstaðan lækkar þegar við ræsum fram land og súrefni kemst að jarðveginum og þá byrja rótverurnar að brjóta niður lífrænt efni og auka afurð af því er koldíoxíð sem losnar út í andrúmsloftið og leið minnka vatnsgæði og vatnsmiðlunin og svo verður líka bara töluverðar breytingar á lífríki mýranna. Þannig að þær lífverur sem áttu heima í mýrlendi þær missa sitt heimili. Og við vitum raun og veru ekkert eins og örverur og svona smádýralíf. Það er bara að því að við Íslendingar erum svo fá og auðvitað væri óbúslega flott að geta rannsakað það er bara hvorki mannskapurinn er fjármagn í það. Þannig við þurfum oft bara svona sætt okkur við það sem við höfum. Já, þessi mynd þarna bara aðeins að sýna ykkur að koldíoxíð það losnar þarna á milli skurða. Það er ekki að stundum er sagt að það losi bara úr skurðunum sjálfum en það er ekki það. Það er lífræna efni á milliskurðana sem brennur í burtu. Metan losast aðeins úr skurðavatninu og svo rennur í burtu líka sko uppleystar agnir á kolefni úr skurðunum. Þess bara jarðvegurinn alltaf skolast í burtu og þá kolefni með. Þetta hláturgas, sko mælingar hér á landi hafa sko sýnt að það hefur sér svona pínu skringilega. Þannig við vitum ekki alveg hvernig það, já, við vitum ekki alveg neitt það. En það er sko 300 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koldíoxíð. En það er allavega ekki í einhverju miklu magni. Og þá er spurning hvernig við endurheimtum votlendið. En það er náttúrulega aðalega með því að hækka vatnsstöðuna með því að setja innan gæsalappa tappa í svæðið. Og þetta nú oftast skurðafyllingar. Bara ef það eru ruðningar á svæðinu þá var þetta bara þetta að móka móni og svo mikilvægt er að mold mæti mold, þannig að við gröfustöndum aðeins upp úr skurðinum ef hann er mjög gróinn. Setjum svo mold ofan í og reynum að hafa gróðurinn efst svona til að minnka raskið.
Við gerum líka stíflur eins og við sjáum þarna á myndinni fyrir ofan. Það bara ef okkur vantar efni og við viljum ekki vera tilgangslaust að moka öllu svæðinu ofan í skurðinn. Þannig við reynum að stífla svona bara með ákveðnu millibili. Það líka í ykkur tilfellum væri hægt að búa til tjarnir ef manni vantaði efni og það getur líka bara verið skemmtilegt sko, en svo það sem við höfum verið endurheimt þá mæta endurnar bara leið. Það eru mjög krúttlegar. Og svo þetta sko að við reynum náttúrulega að laga raskið eftir framkvæmdir og svo reynum við að fylgjast með þróun gróðurs og lífvera. En það er þá bara svona eins og myndatökur og slíkt sko. Hérna bara nokkra myndir. Þið sjáum hérna efst til vinstri þá sjáum við að það er búið mókun í skurð og svo vinstra megin eru bara stíflur. Svona munin á þessu. Svo þarna erum við á mókun í hérna fyrir neðan líka upp í Ytri Hraundal, en það er eitt af okkar vöktunarsvæðum. Við höfum nokkur vöktunarsvæði sem við gasmælum og til að bæta í þekkingu og rannsóknir. Svo hérna ein gasmælimynd, þetta svona bara hattur, þetta gráa sem stingur niður, svo tengt við eitthvað tæki og þá sér maður hvað að losast af hvaða lofttegundum. Svo finnst mér þetta nú langskemmtilegasta myndin, bara að sýna hvað þessar mýrar geta haft gott útivistargildi líka og afþreyingu. Þarna þetta á Hvanneyri og skemmtilegt dæmi það að það voru lagðir stígar yfir mýrina og þetta er allavega mjög mikið notað af fólkinu hér og mér finnst rosalega gaman að fara með fólk þennan stíg. Svo svona litlar frosna tjarnir hérna við hliðina sem þetta skauta. En þá ætla ég nú aðeins að fabulera. Þið fyrirgefið með það. Mér langaði bara aðeins að sýna ykkur hvernig maður getur skoðað á loftmynd og svona reynt að meta hvort það sé ykkur möguleikar á endurheimt á sinni jörð. Og nú ætlum ég bara að sýna ykkur svona fyrstu skrefin af því að maður þarf að sjálfsögja alltaf að gera meira, en svona bara til að sýna ykkur hvað ég alltaf að gera í tölvunni. Þessi jörð þarna eru landeigendur svo óhefnir að eiga dóttur sem er héraðsfulltrúi Landgræðslunnar og hefur beitt svolítið miklum þrýstingi þarna á þessum bæ. En svona gefum þeim líka alveg, þau eru alveg til í þetta sko, en það tekur alltaf tíma og við erum reynda byrjuð. Því kannski skrái stundum fólk í ákveðin verkefni, þetta geta. En sko, hérna, ef ég ýti hérna, þá höfum við, þetta er sérst vistgerðarkortið frá Náttúrufræðistofnun og gefur mér alveg alls konar vísbendingar. Þetta er Tjarnarstaðaflóavist til dæmis, þetta gula. Og þá er að taka dæmi sko ef ég til dæmis myndi ekki vita neitt þessa jörð. Svo ef ég þekkti hana ekki eins og lóan á mér, þá geti ég til dæmis skoða þetta ef ég vildi fá að vita meira. Og þetta geta allir gert sko. Þessi vistgerð til dæmis á lista Bernhardssamningsins yfir vistgerði sem þarfnast verndar, sem er bara mjög áhugavert. Og þetta eru þessi líka frægu vatnsholtsvötn sem hafa verið nefnd að því það vaxa 2 laukar í þeim, sem ég hafði reyndar ekki hugmynd sem að sýni hvað þetta er skemmtilegir fyrirlestrar, þó ég hafi verið alin upp ofan í þessu vatni, sko, bæði sýnt og bara, já, hangið þarna ofan í. Þarna hef ég merkt gult yfir það sem ég sé fyrst. Og það er það náttúrulega bara þessi melar, ógrónu melar og svo þessi skurðir þarna sem að gæti verið að þjóna einhverjum tilgangi. Svona ef við skoðum aðeins nánar þá er þessi hérna skurður og þetta til dæmis gefur til kynna að þarna er mjög mikið af lífrænu efni af því það er svo mikið á mógröfum. Hérna sjáum við að skurðirnir renna beint út í hópið og þetta hóp er sem röð fyrsti viðkomustaður laxins sem að fer svo upp í Lýsuvötnin og það er líka alveg krökkt af fugli hérna á sumrin, þannig maður hugsar, erum við að gera eitthvað slæmt með því að hafa þetta svona opið, getum við breytt þessu ef það er að fara of mikið af næringarefnum hann úti.
Hérna, þetta fyrir norðurhlíðinni Hólnum. Ég sé þarna rófabörð, þetta þykka hérna græna og það þarna sem að við erum reyndar byrjuð sko, við sáðum og settum hérna áburð til þess að þetta fjúki ekki í burtu en kannast kannski allir við norðan rokið í Staðarsveit og maður vill ekki að tapist þarna seinustu gróðurleifarnar í hlíðinni þannig að markmiðið svona að reyna að græða upp fyrir neðan og koma upp einhver svona smá skjóli. Hérna, mér fannst það svolítið skemmtilegt dæmi að þegar ég væri bara að skoða loftmynd og þekkti ekki svæðið þá held ég að þarna væri illa gróið. En ef ég færi svo hérna vistgerðarkortið þá sé ég að þetta grashólavist sem bara stöðugar og allvel grónar sandöldur og talsvert fuglalíf. Og ég veit alveg hvernig þetta lítur út, það alls konar skemmtilegu gróður þarna. Þannig að það kannski ekki alltaf nóg að skoða bara loftmyndina. Og svo hérna, það sem ég finnst svo gaman að skoða, það inn á map.is sem eru loftmyndir EHF, hægt að fara í þessa tímalínu, það blámert þarna plús, eða svona tvær hérna upp í horninu hægri megin og getur maður stillt mismunandi hérna, loftmyndir eftir árum, það misjafnt hvað til sko. Og þarna til dæmis, ég nota þetta stund til að sjá hvort það hefur gróið með tímanum, en á þessari jörð þá hafði ekkert breyst nema vegurinn upp í Hraun, hann að gróa mjög vel, sem kannski ekki það sem við viljum reyndar, en svona dæmi af hvernig hægt að nota sér þetta. Og svo þarna á myndir frá 96 ekkert hús, en húsið var byggt 98, 99. Já, ég veit ekki með tíman, en ég nú ekki, þetta nú svona að vera búið bara hjá mér, en Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir að þessi áratugur eru tileinkaður endurheimt vistkerfa af því það hefur bara aldrei verið jafn mikilvægt og nú að snúa við blaðinu. Og ég bara full að trúa að við getum haldið áfram okkar góða endurheimta starfi og lykillinn að því þetta samtal milli bænda og landeigenda og okkar sem að vinnum svona við að ýta þessu í gang. Þannig ég ætla bara að þakka fyrir mig. Já, takk hérlega fyrir. Þetta var mjög fróðlegt og flott. Eru ekki einhverjar spurningar út í sal? Já, góðan daginn. Já, sæll. Guðbrandur hérna, kannski ég ríða vaðið. Ég reynda misti af byrjunum, ég gekk svo bölvanlega að tengjast. Þetta sjálfsagt verið bara einhver klaufaskapur mér. Þannig að ég var ekki komin inn á fundin fyrir korter yfir. Þannig að kannski hef ég mist af því merkilegast og mikilvægasta sem að Iðunn hefur verið að tala um, ég veit ekki. En í sambandi við gróðurhúsalofttegundirnar sem þú varst að tala um, Iðunn, sko ég hef stundum verið að velta fyrir mér með metanið sem að myndast náttúrulega í mýrónum sem ekki eru framræstar og sjálfsagt eitthvað líka í framræstulandi. En hafa verið gerðar mælingar á útstreymi metangas annars vegar í sem sagt óframræstri mýri og hins vegar framræstri? Ég get eiginlega ekki svarað því, við erum alltaf að mæla, við mælum líka metanið hjá okkur, þannig að það er hluti af því sem við mælum. En mælingar hafa sýnt að það er eitthvað metan sem losast úr náttúrulega bara votlendi sem er óraskað. En það er samt rosalega lítið miðað við að því að stundum maður breytir oft þessum lofttegundum í kolefnisígildi til að reyna að reikna þetta eitthvað og þá er náttúrulega miklu meira sem losast úr framræstum mýrum. Þá búið að breyta metaninu í þetta kolefnisígildi. En ég get samt eiginlega ekki svarað nákvæmar en þetta.
Ég ekki beint eins og ég segi, ég ekki sérfræðingur og alls ekki í þessum lofttegundum. Ég meira svona að horfa á þetta heildrænt sem vistkerfi. Já, takk. Kannski þessi framhald þessu, þá talaður að þið vitið minna hláturgas eða útblástur af hláturgasi. Það út af bara minni mælingum eða er erfiðara að mæla það? Hvernig? Sko, mér skilt bara hegða sér svolítið undarlega í þessum mælingum en það bendir samt til að það sé meira að losast úr framræstum mýrum En svo ég alveg til að tala eitthvað annað heldur en þessu lofttegund. Góðan daginn. Ester heiti ég og ég kom með eina spurningu. Gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, ég sé tróða mér inn á hana fyrirlestur, mér fannst þetta bara svo agalega spennandi. Þú varst að sýna mynd og kannski talar ekkert mikið baunaplöntur. Sem þið eru að hugsa að setja niður í landgræðslu. Er það eitthvað sem hefur svipað eiginleika, góðu eiginleikana og lúpínan og kannski auðveldara að eiga við eða hver er tilgangurinn með þessum baun? Þetta er alltaf belgjurt þannig hún er líka nitur bindandi og það var svona pælingin þess að við notum ekki lúpínu lengur og hún er reynst vel og hún er svona skriður þannig hún dreifir sér ágætlega líka og vex við ótrúlustu aðstæður en það má eiginlega ekki koma í sauðkind þá er hún bara étin þannig að þetta þarf að nota þetta á friðum svæðum mjög gómsætt. Já, er ykkur reynsla komin á? Já, við höfum alveg notað þetta mest kannski á Suðurlandinu. Hún er eins og til dæmis í Hekluskógum. Takk fyrir það. Já, mér langar svolítið að spyrja Ásdís Haraldsdóttir svolítið að gömlum skurðum sem aldrei nýttust í mínu landi. Það er náttúrulega heilmikið rask að grafa ofan í skurði. Mér langar svo að vita það, hvort að það sé hvort það borgi sig alltaf. Já, eins og ég búin að vera að tala þá reynum við að gera það þannig að það myndi sem minnst rask og erum með tilraunir hvernig þetta laga raskið og ef ég til dæmis væri að gera þetta heima í sveitinni þá myndi ég fara með orfið og reyna að setja fræsla í og gera allt sem ég gæti en það liggur náttúrulega svolítið á landi hverju hann nennir en þetta rask grær líka ótrúlega fljótt Þetta er ógeðslega ljótt fyrst svo grærir þetta alveg og þetta borgar sig myndi ég segja því að við erum að endurheimta votlendi sem slíkt og þó það sé eitthvað svona smá rask á yfirborðinu þá er vatnsstaðan að hækka og þar með erum við að endurheimta. Jafnvel það sem eru 60 ára gamli skurðir og allir meira og minna grónir. Já, er ekki misjafnt ég hef alveg séð skurði sem eru svona fyllist svona þokkalega vel uppi og eru grónir en þá eru kannski við hliðin á stór af því að vatni rennur þær í gegn maður þarf alltaf bara að skoða þetta ég geta aldrei sagt til nema að skoða svæðin en 60 ára gamli skurðir sem eru það er samt losast alveg úr landinu og milli þeirra ef að það er þurrt og mælingarnar okkar þetta hefur svolítið erfitt að við fengum blautasta sumar sem hefur verið og svo fengum við þurrasta sumarið þannig að kolefnismælingar til dæmis geta verið bara mjög erfitt að skoða þær bara en þetta losar ef það er þurrt, við vitum það bara. Já, takk. En Ragnar Frank í Borgarbyggð og kannski í framhaldi af þessari spurningu varðandi endurheimtuna og takk fyrir yður nágranni að benda á þessa mýri þarna á Hvanneyri sem er svona ágætis sýnishorn ef menn vildu skoða við endurheimtum það 2000 og ég held að við verið 14-15 og það tók 3 ár þangað til við fylgdum þá í alla skurðina og
Og þetta voru 750 metrar á skurðum, 2 mjög langir og þannig að síðan greri þetta, sko kom svona eldingur í þetta fyrst og núna sér maður svona ekki mikill mun og það lækkaði ekkert voða mikið í þessu svona og kom aldrei neitt rof vegna þess að þetta landi mjög flatt. En þarna lögðum við síðan gönguleiðir yfir 700 metra göngustíg sem var svona tilraunastígur þegar ég var í mínu gamla starfi hjá Landbúnaðarháskólanum. En þetta svona dæmi sem alveg hægt að skoða því að þetta svolítið öðruvísi vinnubrögð þegar mann að kannski að endurheimta víðs fjarri það sem byggð, þá gerum við þetta svolítið annan hátt en að loka alveg í skurðina til þess að koma í veg fyrir hættu, sko. En þetta eru dæmi sem víða á landinu sem hægt að skoða, bæði á Suðurlandi og Vesturlandi og nýframkvæmdin auðvitað ljót til að byrja með og menn voru nú að grafa hérna upp í rétt í Norðurárdal með áleiðis inn í Norðurárdal, grafarkot og loka þar skurðum og menn voru einhver pirraðar yfir því en þetta auðvitað sko ef við ætlar að búa til tjarnir og slá niður bakkana og koma öllu jarðvegi fyrir þá auðvitað raskið til að byrja með en vel gróið land í hliðina og þá sáir þetta sér sjálfum sér, þá þarf ekkert að gera neina aðgerðir og þetta lokaðist á Hvanneyri á 3 árum, fullitt það. Já, takk fyrir þetta Ragnar. Ég held persónulega sjálfur að þessi aðferð fræðslega sé svolítið mögnuð og sé eitthvað sem við ættum að gefa meira gaum. Það mikið notað eins og í að ná upp vistkerfi við svona rask við endurheimt á votlendi? Nei, að mínu mati þá mætti nota bara miklu meira, sko. Það alveg eitthvað notað en ég væri til að sjá bara það gert í miklu meira magni því það til að þetta vera bara með slátturvélina aftan á traktor ef maður kemst í eitthvað gott slétt land, sko. En það einmitt kannski aðeins meiri vinna. En ég held að myndi borga sig, sko, svona til langstíma. Kannski ég fá að koma með spurningu. Það sko á sínum tíma í fiskrækt á Íslandi. Þá var ekkert verið að pæla í hvaðan á verið að sleppa seiðum út koppagrundir. Og ekkert endilega að vera að pæla í hvaðan þessi seiði komu. Þannig að það gat haft svona óæskileg erfðaáhrif og áhrif á staðbundna aðlögun stofnar sem fyrir. Ég svona að spá í hver hugsunin sé hjá ykkur með plöntur og þá ég hafi kannski eins og mér heyrist á þessum baunaplöntum að það séu frekar að fara í innlendar tegundir heldur en lúpínu en hvort það hefur verið eitthvað kannað með sko staðbundnar aðlaganir innan tegunda eða eitthvað svoleiðis. Hvernig stefnan hjá ykkur í því? Já, þetta mjög góð spurning. Sko, stefnan hefur náttúrulega verið að þá nýta þann gróður þar sem hann á heima, sko, eins og til dæmis upp í Hítardal, af því þar stefnum við nú að byrja á landgræðsluframkvæmdum og þá pælingin að hjálpa því birki sem til staðar þar aftur á legg og þá myndum við alltaf frekar vilja að safna fræjum og það getur verið skemmtilegt eins og fá skólahópa með okkur í lið og svona og safna þá fræjum og dreifa þeim af því að það ekki þannig að staðbundnu kvæmin lifa best á sínum stað, það ekki svoleiðis. Veistu ekki svona erfðafræðingur Jóhannes? Þannig heldum við að sé allavega hjá fiskunum, sko? Já. Það held að vera svipað hjá plöntum? Jú, heldum það líka, sko. Já, takk fyrir þetta. Er ekki einhver fleiri sem að vilja koma með spurningar eða leggja orð inn í belg, eins og við segjum? Bæta við.
Já, ég má aðeins kannski. Gjörðu svo vel. Og nú misti ég eins og ég sagði að byrjun og mér skilst að Iðunn hafi verið að tala þá belgískunnar. Þegar verið að sá baunagrassis öðru, meðal annars þarna á Hekluskógasvæðinu. Sáuð því þá svona, eða notiði þá uppgræslu með bylki gróðursetningunum? Eða er það græða upp bara eingöngu með baunagrassinu eða einhverjum öðrum íslenskum belgjurtum? Já, þá fer þetta bara svo í bland, sko, með öðrum aðgerðum. En við sáum ekki, sko, þetta eru pottaplöntur. Já, ok. Við ræktum þær upp sem pottaplöntur og plöttum þeim. Er fræ ræktun auðveld af baunagrassinu? Já, okkur hefur allavega tekist það. En hvernig með hvítsmáran? Hefur hann verið reyndur í þess sambandi? Nú hann, til dæmis hefur verið notað núna seinni árið tölvöld af vegagerðinnis, það græður vegkanta og mann sýnist að lifa ágætlega, minnst ást í víða. En hafið þið reynt hvítsmáran í landgræðslunni? Já, eitthvað sko, það er nú, kemur fyrir að til dæmis þeir sem eru í bændu græða landið óski eftir að fá hvítsmára sko. Og þá látum við að fá svoleiðis. En sko ég vil enga reynslu af hvítsmára sjálf sko. Þannig ég veit ekki alveg hversu mikið það er. Og við erum kannski ekki mikið að nota hann í okkar sko stóru uppgræðslusvæðum. Hann er náttúrulega svolítið, já. En mér finnst alveg tilvalið að nota hann ef maður er að græða upp sko. En það er náttúrulega kaupið. Það var nú ég held að sé grasafræðingur, ég ætla nú ekki að nefna nafnið á manninum, en hann sagði á Facebook núna einhvern árið að það að sá dönskum túnvingli eins og hann orðaði það nú á íslenska eyðisenda, það var svo að mála landi með vatnslitum. Hann er nú reyndar lúpínu vaður þessi sko, og þessi mótaði þetta nú eitthvað að því. En ég held nú samt sem árið sinni svo lítið til í þessu allavega sér maður nú víða og meira sagði það á Heklusvæðinu að það sem fyrir mörgum árum hefur verið sáð sko grassvægi og landið ekki fengið áburð nema kannski einu sinni bara, ég veit ekki þann rundar ekki, að það er ósköp lítið sem gerist. Þess vegna held ég að væri gríðarlega mikilvægt ef það væri hægt að fá belgjurti sem að sátt gæti orðið þetta maður ekki og verður aldrei sátt lúpínuna, en ef það væri hægt að fá belgjurti sem eru ekki eins ágengar eða breyta eins ásýnd landsins eins og lúpína, þá held ég það verið mjög vestilegt. Já, og svo líka bara svona helst að nota, þetta eru svona fyrstu aðgerðir að sá og bera á. Og maður gerir það náttúrulega oft, eins og að maður er með tilbúin áburð, þá þarf maður að gera það mörgar í röð, maður gerir það einu sinni, þá getur maður alveg sleppt því, sko. Og svo getur maður haldið áfram og ýtt gróðurframvindunni lengra með þessum aðferðum eins og ég er að nefna með torfuflutningarna og setja belgjurtir í landið og svona. Þannig að við erum líka að greina á hvað stigi landið er og það stýrir því hvaða aðgerðir við ætlum að fara í. Þetta er nefnilega ekki svo einfalt að við séum bara að tala að sprauta áburð yfir allt, sko. Þetta er ýmis konar verkfæri sem við höfum. Og já, lúpínan, hún hefur gert alveg gríðarlega góða hluti, en hún því miður er bara á mjög mörgum svæðum sem hún bara er óþarfi og er frekar að skemma og vaða yfir íslenska tegundir og eyða berjalundum sem er alltaf bara hlunnindi, sko. En þannig að sko, og við erum að nota íslenskan túnvingul líka, ekki danskan, við ræktum þetta sjálf í Gunnarsholti. Og svo held ég sko að það er rosalega margt að gerast hjá okkur í lífræna og til dæmis eins og seyrurnotkun er komast á gott skrið, nema því miður þá hurfa allir ferðamennirnir úr Mývatnssveit, en við ætlum að nota þá til að græða upp.
Það hefur vonandi koma aftur og við getum, nota úrganginn á þeim. Já, þannig að það bara ýmislegt í gangi, sko. Það er ekki hægt að einblína á eina tegund eða eina aðferð. Mér langar svolítið að mæla með melgresinu af því að það hefur alveg skipt sköpum hérna niður á Álftanesi sem að það var alltaf blás upp hérna fyrir rúmum 30 árum og melgresi er bara alveg ótrúlega gott vegna þess að það kemur svona graslendi svo í kjölfarið og hérna ég hef ekkert borið á eða neitt og hestarnir hafa gengið hérna og borið á fyrir mig og kannski hjálpa til við að dreifa fræjónum líka sko en það eru bara alveg ótrúlegt hvað melgresi er búið að gera. Er það ekki svona líka notað í þetta? Jú, takk fyrir að minnast þetta. Ég var að steingleymt að nefna það. Við notum líka melgresi og það er hægt að fá melgresi hjá okkur. Við ræktum það líka og hérna uppskerum. Það er kannski, ég má benda að þú varst að nefna hérna að votlendið virkaði svona eins og svampur og hérna verði gegn flóðum. En það hefur náttúrulega líka áhrif í hináttina að það hérna kemur í veg fyrir þurrka. Og hérna eins og við sáum í fyrra þá voru hérna laxveiðiárnar okkar að þóttna upp. Engin veiði að hérna þó það hefur líka gert á vatnasvæðum þar sem er mikil miðlun að þá hérna hefur kannski hjálpað eitthvað til. Einmitt. Já, svo ég veit ekki kannski bætið við að þið voru alltaf að tala um þetta samtal við landeigendur. Þá er held ég þessi dæmi einhvern sem er svolítið mikið alltaf að hringja í landeigendur en ekki öfugt og bögga á. Lendi því að kona í sveit vildi ekki svara mér sko, ég hafði ágjörð að ég væri kannski of mikið að ríki fólk. En þá komið ljós á hún hérna, ég held þetta væri einhver sölumaður, þeir höfðu verið að herja á hana í marga daga, þannig hún hætti bara að svara í símann. Það er svo til, já, maður kannski svona dæmi um eitthvað sem er að bögga en ekki, sko. En ég er náttúrulega allt í góðu samstarfi. Það kemur kannski að því að fólk hætti að svara mér, ég veit ekki. Nei, ég held líka einmitt sko, það er nú fulltrúi frá Náttúrufræðistofnun hérna og það var á fyrirlesturum þar var hérna, við talaðum það með þessari miðlun sko að þú veist við vissum ekki að þú vissir ekki að vera laukar í vatninu sem voru alveg uppið að hérna það sem Landgræðslan hefur og hérna við höfum haft hérna á Vesturlandi hérna Veiðimálastofnun að það eru þessi svona héraðsfulltrúar sem eru í persónulegum samskiptum við fólk á svæðinu. Og bara hérna mjög mikilvægt að hafa þá einmitt sko, eins og þeir sína líka Írarnir sko, hjá honum hana. Þeir eru bara með svona lokal stöð með 6 manns, þeir nú reynir bara 2 hér, þannig fínt að við værum 6. Já, en hérna hvort það væri tilefni fyrir sko Náttúrufræðistofnun og hérna að nýta þá kannski náttúrustofunnar að hérna hvort það sé hægt að ná þannig betri tengslum við fólkið í landinu sko. Og mikilvægi landsins sem það á. Viltu eitthvað koma út á það? Ég kannski fæ aðeins að, já, ég er svo sem ekkert kannski beint neina svaka skoðun eða þekkingu á því en hérna Náttúrufræðistofnun er náttúrulega dreifð líka eða við erum með 3 starfsstöðvar, við erum með 1 starfsmann á Breiðdalsvík og svo nokkra á Akureyri og svo hér í Rauðaholtinu. En ég veit til þess að þegar að starfsmenn Náttúrufræðistofnunar hafa verið að vinna við rannsóknir í felti þá hafa þeir verið í góðu samstarfi landeigendur. En það er alveg góður punktur þetta með upplýsingaflæðið og eins og Kristín Haukur sagði í erindinu okkar þarna daginn að þá höfum við verið að reyna og ekkert að reyna, við höfum verið mjög dugleg að koma efni á vefinn núna og hérna það er æðislega gaman að sjá, maður verður voða stoltur að því þegar maður fer á fyrirlestra einhvers staðar og það er verið að nota efni af þessum kortasjám og það sem er líka svo mikilvægt einmitt sem kemur í ljós og kom í ljós hjá Olgu og Sunnu að það er að
þetta eiginlega svona kannski eins og Íslendingabók. Það aldrei hægt að vita allt og geta allt, en þegar svona kynnt að þá koma leiðréttingar frá staðkunnugum. Þannig að það svo mikilvægt að vera í þessu samtali alltaf. Þetta aldrei búið. Þetta náttúrulega sem við erum öll að kljást við, sko, sem erum í vísinduna, hvernig við miðlum til almenning, sko. Þetta frábær leið, sko. Ég finnst þetta æðislegt framtak. Takk fyrir þetta. En ef ég bæti við Ragnar Frank svona frá sveitarstjórnarstiginu, sko, og þessum sem þá þetta svolítið mikil fengur að hafa héraðsfulltrúa sem við getum beint landeigendum á að hafa samband við og fá sem bestu upplýsingar hvernig ná að standa að endurheimt votlendis, og það getur verið mismunandi milli sveitarfélaga hvort þeir vilja gefa einhver konar framkvæmdaleyfi eða hvort þetta sé bara tilkynningarskylt til sveitarfélagana. En þetta samtal þarf að vera öflugt á milli bæði sérfræðingana og svona þeir sem vinna í stjórnsýslunni og þetta landeigendur viti hvert á að leita eftir góðum ráðum eða fá bent á einhver dæmi eins og kom inn á það sem hefur gengið vel. En ég bara fagna þessu og því fleiri sem út í feltinu og í nágrenni og samskiptum við landeigendur, því betra. Já, ég held að þetta sé svolítið mergum málsins, þannig að var náttúrulega tilgangur verkefnisins að eiga þetta samtal. En það líður svo tíman, ég ætla að bjóða kannski eina spurningu viðbót ef einhver vill skjóta einhver inn í lokin. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt og fróðlegt og þannig ég held að við þökkum bara Iðunni fyrir og það er bara frábært að fá þig og einmitt að fá ykkur heimafólkið til að koma og segja frá. Það er svo mikið vægi líka. Þannig að þetta sé svolítið í jafnvægi íbland. En það er bara næst á morgun sem að við verðum þá verðum við fulltrúar RML. En annars þakka ég fyrir í dag bara og verið þið bara bless.